Lexía 1. Litasamsetningar. Hvað með blöndu af blá og silfri, held að þetta myndi líta stórkostlega út saman. Það hljómar fullkomlega. Þessir litir bæta hver við annan fallega. Já, blár vekur tilfinningu ró meðan silfur bætir við glæsileika. Nákvæmlega. Það er frábær leið til að búa til háþróað en samt lifandi andrúmsloft. Við skulum ganga úr skugga að það líti samheldandi. Ég vil að allt bindist saman fallega. Alveg. Við getum valið mynstur og áferð sem auka litasamsetningu. Ég er spenntur að sjá hvernig þetta kemur allt saman. Þetta verður ótrúlegt. Já, og að skipuleggja það út mun tryggja að við missum ekki af neinum smáatriðum. Saman getum við búið til eitthvað sannarlega sérstakt sem endurspeglar sýn okkar. Lexía 2. Fjármálahverfið í New York. Fjármálahverfið í New York City er meira en bara arkitektúr þess. Það hefur ríka sögu líka. Alveg. Hver bygging hefur sína sögu og þýðingu við mótun efnahagslífs borgarinnar. Já, Wall Street er þekkt allan heim, en það táknar einnig ís og þess borgarlífsins. Nákvæmlega. Það er heillandi hvernig þetta svæði var tákn fjárhagslegan kraft og metnað. Ég elska að skora göturnar þar. Þú getur næstum fundið fyrir orku borgarinnar. Já, að ganga þessa sögulegu götur gefur þér tilfinningu fyrir fortíð og nútíð blandast. Auk þess eru svo mörg helgimynd hennileiti að sjá, eins og Kauphöllin í New York. Örugglega. Það er frábær staður til að læra fjármál og efnahagslíf í lifandi umhverfi. Ég held að við ættum að skipuleggja heimsókn fljótlega. Það er alltaf eitthvað nýtt að uppgötva. Lexía 3. Arfleifð Davy Crockett. Það er heillandi að læra sögulega tölur eins og Davy Crockett, sérstaklega á lykilatriðum. Já, hann var frægur landamæramaður sem þekktur er fyrir hugrekki sitt og forystu. Þegar Santa Anna réðst kom Davy Crockett með tugitennis harpsjótes til að aðstoða málstaðinn. Það er rétt. Hugrekki hans og staðfesti hafði varanleg áhrif á sögu Bandaríkjanna. Það er ótrúlegt hvernig einstaklingar geta mótað burðargang með aðgerðum sínum. Nákvæmlega. Sögur eins og hans minna okkur á mikilvægi þess að standa undir því sem við trúum á. Ég held að rannsaka þessar sögulegu stundir hjálpi okkur að skilja samtíð okkar betur. Alveg. Sagan er full af kennslustundum sem eru enn viðeigandi í dag. Við skulum halda áfram að skora slíkar sögur. Það geta hvatt okkur innblástur í okkar Lærdómur eigin lífi. 4. Rými fyrir leik. Það er mikilvægt að hafa afmörkuð rými fyrir þau til að leika sér og slaka á, sérstaklega fyrir börn. Ég er alveg sammála. Öruggt og skemmtilegt umhverfi getur aukið þróun þeirra verulega. Já, án réttra rýma gætu börnin ekki fengið þá hreyfingu sem þeir þurfa. Nákvæmlega. Leikur er nauðsynlegur fyrir félagslega færni þeirra og sköpunargáfu. Að hafa sérstök svæði fyrir leik, þá til að kanna og læra á öruggan hátt. Og það hlúir að tilfinningu fyrir samfélagi, þar sem börn geta haft samskipti og eignast vini. Ég tel að hvert hverfi ætti að forgangsraða því að búa til þessi rými fyrir fjölskyldu. Alveg. Að fjárfesta í líðan barna er að fjárfesta í framtíðinni. Við skulum talsmaður fleiri leiksvæða í samfélagi okkar. Það er verðugur málstaður. Lexía 5. Morgunvenjur. Ég reyni að vakna klukkan 6:30 á hverjum degi.
Það hjálpar mér að byrja daginn á hægri fæti. Þetta er frábær rútína. Hvað með þig? Ertu með morgunhelgisiði sem setur tóninn? Já, ég tek yfirleitt nokkra stund til að teygja mig og njóta kaffibolla áður en ég kafa í verkefnin mín. Það hljómar afslappandi. Mér þykir vænt hvernig góður dagur getur haft áhrif á restina dagsins. Nákvæmlega það er mikilvægt að skapa friðsælt andrúmsloft til að setja jákvætt hugarfar. Ég er sammála. Ég hugleiði oft í nokkrar mínútur til að safna hugsunum mínum áður en ég byrjar. Það er yndisleg æfing. Mindfulness getur verið ótrúlega gagnleg í fyrrgag. Já, ég tel að koma á heilbrigðri morgunrútínu geti leitt til meiri framleiðni. Við skulum hvetja hvert annað til að halda sig við venjur okkar til að fá meira fullnægjandi dag. Lærdómur 6. Undirbúningur fyrir árangur. Við höfum til loka fyrsta ársfjórðungs þessa árs. Gefur okkur nægan tíma til að undirbúa okkur. Það er frábært. Að skipuleggja fram í tíman gerir okkur kleift að framkvæma hugmyndir okkar á áhrifaríkan hátt. Já, ég held að við ættum að setja ákveðna áfanga til að halda okkur áhugasömum á leiðinni. Alveg. Að brjóta það niður í viðráðanleg skref getur gert það að verkum að ferlið finnst minna yfirþyrmandi. Auk þess hjálpar það okkur að fylgjast með framförum okkar og gera breytingar ef þörf krefur. Nákvæmlega. Að vera fyrirbyggjandi er lykillinn að því að ná markmiðum okkar með góðum árangri. Ég hlakka til að vinna í þessu verkefni. Ég tel að við getum haft raunveruleg ári. Ég líka. Saman getum við borið hvert annað ábyrgð og fagnað árangri okkar. Við skulum gera þennan ársfjórðungar afkastamesta en þá. Lexía 7. Stjórnun streitu. Á degi þegar vinnan verður yfirþyrmandi finnst mér að minnug öndun hjálpar mikið. Þetta er frábær tækni. Að taka nokkur djúpt andan getur raunverulega miðlað þig á streituvaldandi augnablikum. Alveg það gerir mér kleift að staldra við og endurheimta fókus áður. Ég takast á við verkefnin sem fyrir Já, hendi er. það er ótrúlegt hvernig eitthvað svo einfalt getur haft svona djúpstæð áhrif á hugarfar okkar. Ég held að allir ættu að fella meðvitundin í daglegu venju sína. Ég er sammála. Það getur bætt almenna vellíðan okkar og framleiðni verulega. Við skulum minna hvert annað á að taka þessar stundir af ró, sérstaklega þegar hlutirnir verða sami. Örugglega. Að styðja hvert annað í gegnum streituvaldandi tíma mun styrkja teymisvinnu okkar. Saman getum við skapað jafnvægara og afkastamera vinnumhverfi. Lexía 8. Viðhengi Sally. Útilokun alls annars, Sally, yngri systir Charlie Brown, sameinar bæði romantíska viðhengi við bróður sinn og löngun til athygli. Þetta er áhugaverð athugun. Sally leitar oft fullgildingar frá Charlie Brown, sem endurspeglar unglega sakleysi hennar. Já, persóna hennar sýnir margbreytileika systkinasambanda og þörfina fyrir tengingu. Ég er sammála. Það er heillandi hvernig aðgerðir hennar leiða í ljós dýpri tilfinningar og langanir. Að horfa á hana samskipti við Charlie Brown bætir einstöku læti við söguna og gerir hana relatable. Alveg. Það minnir okkur á okkar eigin fjölskylduangverki og skuldabréfin sem við deilum. Við skulum kanna fleiri persónur eins og Sally og sjá hvernig þeir endurspegla raunverulegar aðstæður. Það hljómar frábærlega. Að skilja þessa gangverki getur veitt dýrmæta innsýn í sambönd. Ég er spenntur að kafa dýpra í þessar sögur og merkingu þeirra. Lexía 9. Heilbrigð snyrting.
Að snyrta gæludýr oftar hjálpar til við að halda feldinum heilbrigð og dregur verulega úr úthellingu. Alveg. Regluleg snyrting viðheldur ekki aðeins útliti sínu, heldur stuðlar einnig að almennri vellíðan. Já, og það frábær leið til að tengjast þeim, en tryggja að þeim líð vel og elskaðu. Nákvæmlega. Auk þess gerir það okkur kleift að athuga hvort húðvandamál eða sníkjudýr gætu verið að fela sig. Ég held að sé nauðsynlegt fyrir alla gæludýraeiganda að forgangsraða snyrtingu í rútínu Örugglega. sinni. Og það getur verið skemmtileg starfsemi fyrir bæði gæludýrið og eigandann. Ég tekið eftir því að hundurinn minn miklu hamingjusamari og rólegri eftir góða snyrtingu. Það svo satt. Það ótrúlegt hversu mikið smái mönnun getur bætt skap þeirra og heilsu. Við skulum gera áætlun að deila ábendingum snyrtingu með vinum okkar sem eiga gæludýr líka. Lexía 10, menningarfegurð. Vá, skoraðu alla þessa fallegu menningargripi sem birtast hér. Ég veit, hvert verk segir einstaka sögu sem táknar fjölbreytta arfleifð heimsins okkar. Það ótrúlegt hvernig listin getur fangað kjarna menningar og sögu hennar. Alveg. Þessir gripir sýna ekki aðeins sköpunargáfu heldur endurspegla einnig gildi og trú fólksins. Ég elska hvernig heimsækja staðins og þessa getur vika skilningar á mismunandi menningarheimum. Já, það opnar huga okkar fyrir nýjum sjónarhornum og þakklæti fyrir fjölbreytileikann. Ég held að við ættum að gefa okkur tíma til að kanna hvern hluta rækilega. Örugglega. Við skulum sökkva okkur niður í sögurnar á bak við þessi ótrúlegu verk. Þessi reynsla mun auka þekkingu okkar og hvetja okkur á svo marga vegu. Lexía 11, litlar breytingar. Það heillandi hvernig litlar breytingar geta skipt miklu máli í daglegu lífi okkar. Alveg. Jafnvel minniháttar breytingar á venjum okkar geta leitt til verulegra úrbóta á líðan okkar. Til dæmis getur það að taka stutta göngu inn í daginn okkar aukið skap okkar og hókusti. Já, og litlir hlutir eins og að drekka meira vatn geta aukið almenna heilsu okkar. Við ættum að hvetja aðra til að sér þessar litlu breytingar líka. Það gæti hvatt þá til að bæta líf sitt. Það frábær hugmynd. Að deila reynslu okkar getur hvatt aðra til að grípa til aðgerða. Nákvæmlega þetta snýst allt að skapa gára áhrif jákvæðra venja í samfélögum okkar. Við skulum hugarfluga nokkur einföld ráð sem við getum deilt með vinum okkar og fjölskyldu. Ég spenntur saman getum við haft þýðingarmikil áhrif á þá sem eru í kringum okkur. Lexía 12, skýr ábyrgð. Að skilgreina hlutverk og ábyrgð innan teymis lykilatriði til að ná árangri. Það frábær hugmynd. Það mun koma í veg fyrir rugl og tryggja að allir viti við hverju þeir eiga að búast. Nákvæmlega þegar hlutverk skýr eykur það framleiðni og teymisvinnu. Já, og það hjálpar til við að skapa ábyrgðartilfinningu meðal liðsmanna. Ég held að við ættum að eiga fund til að ræða og gera grein fyrir ábyrgð allra. Það hljómar fullkomlega. Það nauðsynlegt að tryggja að allir líði vel með verkefni sín. Alveg skýr samskipti munu leiða til skilvirkara vinnuflæðis. Við skulum einnig hvetja til viðbragða á fundinum svo allir geti látið í ljós hugsanir sína. Frábær áætlun, þannig getum við hlúað að samstarfsumhverfi þar sem allir þrífast. Lexía 13, vetrarfylgihlutir.
Hæ, ertu að leita að einhverju sérstöku í dag? Já, mig vantar hlýjan húfu fyrir veturinn. Það verður alveg kalt á þessum árstíma. Þetta er klárt val. Að halda hita er nauðsynlegt þegar hitastigi lækkar. Alveg. Mig langar í eitthvað sem heldur mér ekki aðeins hita heldur lítur líka út fyrir að vera stílhrein. Hefur þú hugsað einhverja sérstaka liti eða stíl sem þér líka? Ég er að hugsa hlutlausan lit eins og svart eða brúnt. Það myndi passa við flesta vetrarbúningana mína. Þetta eru frábæri möguleikar. Þeir eru fjölhæfir og geta auðveldlega bætt við hvaða útlit sem er. Já, og ég vil líka ganga úr skugga að það sé þægilegt fyrir allan daginn. Þægindi er lykillinn, við skulum skoða nokkra valkosti sem passa við stíl þinn og þarfir. Lexía 14, einstök upplifun. Ó, það var ótrúlegt. Ég heimsótti nokkra óvenjulega staði á ferðalögum mínum. Það hljómar ótrúlega. Ég elska að uppgötva falda gimsteina sem eru ekki dæmigerðir ferðamannastaðir. Já, ég kannaði nokkra staðbundnar markaðir og góðan kaffihús sem raunverulega fangaði kjarnasvæðisins. Þessar upplifanir eru oft eftirminnilegastar. Þær gera þér kleift að tengjast menningunni. Nákvæmlega, það var hressandi að sjá heiminn frá öðru sjónarhorni. Ég get ímyndað mér. Hver var uppáhalds staðurinn þinn sem þú heimsóttir? Þar var lítið þorp þekkt fyrir handsmíðað handverk sitt og vingjarlega heimamenn. Það hljómar heillandi. Ég vil gjarnan heimsækja svona staði og hitta handverksmenn. Þú myndir njóta þess, við skulum skipuleggja ferð saman til að skoða nokkra einstaka áfangastaði. Lexía 15, eldunarhitastig. Þú getur notað hitamæli til að athuga hvort kjötið ná í kringum 160 gráður Fahrenheit. Það er frábær ráð. Að tryggja að maturinn sé eldaður við rétt hitastig skiptir sköpum fyrir öryggi. Alveg það hjálpar til við að koma í veg fyrir sjúkdóma sem berast í matvælum og tryggir að það sé hægt að borða. Mér finnst alltaf hughristandi að nota hitamæli þegar ég elda kjöt. Já, það tekur ágiskunina úr eldamennskunni og tryggir fullkominn árangur í hvert skipti. Auk þess hjálpar það til við að viðhalda safi og bragði kjötsins, sem er alltaf plús. Nákvæmlega, við skulum passa upp á að hafa hitamæli handlaginn hvenær sem við eldum saman. Frábær hugmynd. Ég hlakka til að prófa nýjar uppskriftir og ná tökum á matreiðsluhæfileikum okkar. Ég líka, matreiðsla getur verið svo skemmtileg og gefandi upplifun þegar það er gert rétt. Lexía 16, heimsókn á sjúkrahús. Ég er að fara á sjúkrahúsið. Ég þarf að fara í skoðun. Allt í lagi. Er allt í lagi? Ég vona að þetta sé bara venjubundin heimsókn. Já, það er bara varúðarskoðun til að tryggja að allt sé í lagi. Það er gott að heyra. Að sjá heilsuna er svo mikilvægt. Alveg, ég trúi á að vera fyrirbyggjandi varðandi heilbrigðismál. Þú hefur rétt fyrir þér. Reglulegar skoðanir geta lent í vandræðum snemma. Nákvæmlega, og ég þakka stuðninginn þinn. Það gerir reynsluna minna óverjandi. Auðvitað, ef þið vantar eitthvað eða vilt fá félagsskap, láttu mig bara vita. Þakka þér fyrir, ég gæti tekið þig á þessu tilboði. Lexía 17, snakkskipulagning. Hafðu snar og drykki tilbúin fyrir kvikmyndakvöldið okkar. Fullkomið. Ég mun skoða það og ganga úr skugga að við höfum ýmsa möguleika. Það hljómar frábærlega, ég elska að fá blöndu af sætum og bragðmiklum skemmtunum til að njóta.
Ég líka. Það gerir upplifunina svo miklu skemmtilegri þegar við höfum nóg að velja úr. Alveg, og við skulum ekki gleyma popcorni. Það klassísk kvikmyndasnart. Já, ég mun sjá til þess að skjóta smá ferskt popp rétt áður en myndin byrjar. Ógjandi í þetta á eftir að verða skemmtilegt kvöld uppfyllt af frábærum snakki og góðri kvikmynd. Ég get ekki beðið. Það er fullkomin leið til að slaka á og njóta félagsskapar hvers annars. Við skulum gera það að halda þessi kvikmyndakvöld reglulega. Lexía 18, ljósmyndunarbúnaður. Notar þú einhvern sérstakan búnað fyrir ljósmyndun þína? Já, ég er með stafræna myndavél með úrvali linsa sem raunverulega hjálpar til við að fanga mismunandi sjónarhorf. Það hljómar frábærlega að hafa réttan gír getur skipt slíku máli á gærumynda. Alveg. Ég elska að nota gleiðhorfslinsu fyrir landslag og andlitsmyndir. Það bætir dýpt í skotin mín. Það frábær kostur. Ég hef ást að því hvernig gleiðhorfslinsur geta aukið landslag. Já, og ég er líka með makrólinsu fyrir þessi nærmyndskot af blómum og smáatriðum. Makróljósmyndin ótrúleg, það sýnir alveg nýjan heim sem við sjáum oft framhjá. Nákvæmlega. Það er eins og að uppgötva falda fegurð í hversdagslegum hlutum. Ég vil gjarnan sjá nokkrar af fjórhagslegum skotum þínum. Þau hljóta að vera Lexía töfrandi. 19, uppgötvanir Galíleós. Galíleó var einnig fyrsti stjörnufræðingurinn til að nota öflugan sjónauka til að fylgjast með næturhimninum. Það er ótrúlegt. Uppgötvanir hans breyttu því hvernig við skiljum alheiminn okkar. Já, hann gerði athuganir sem ögruðu núverandi skoðunum alheiminn. Mér finnst það heillandi hvernig verk hans lögðu grunninn að nútíma stjörnufræði. Alveg hann fylgdist með tunglum á brautum Júpíter, sem var byltingakennt á þeim tíma. Það var virkilega. Þessar niðurstöður studdu heliocentrik líkan sólkerfisins. Nákvæmlega það ótrúlegt hvernig forvitni eins manns getur leitt til svona stórkostlegra breytinga. Arfleifð Galíleó heldur áfram að hvetja vísindamenn og áhugamenn til þessa dags. Já, saga hans minnir okkur á mikilvægi þess að spyrja og kanna hið óþekkta. Lexía 20, stjórnun fjarteymis. Hvernig stýrir þú fjarlægu teymi á áhrifaríkan hátt? Samskipti lykilatriði, ekki satt? Já, það í raun. Skýr samskipti hjálpa til við að tryggja að allir séu á sömu síðu. Ég finna reglulegar innritanir geta hjálpa til við að viðhalda tengingu og takast á við öll vandamál snemma. Alveg. Myndsímtöl geta gert fundum persónulegri og grípandi. Já, og með því að nota samstarfstæki getur aukið framleiðni og hagræða verkefni. Ég er sammála. Það er líka mikilvægt að skapa menningu trausts og hreinskilni meðal liðsmanna. Nákvæmlega að hvetja til endurbraga og miðla hugmyndum getur hlúar að starfsumhverfi. Við skulum ræða nokkrar aðferðir til að innleiða þessi vinnubrögð á áhrifaríkan hátt. Það hljómar frábærlega, ég spenntur fyrir því að auka virkni liðsins okkar saman. Lexía 21, fransk matagerð. Ó, algjörlega, ég ekki beðið eftir að prófa það. Það er ein besta matagerð í heimi, fyllt með ríkum bragði og áferð. Já, frá smjördeigandi croissants til dekadent bakelsi,
Hver biti upplifun. Ég alveg sammála. Athygli á smáatriðum í franskri matreiðslu merkileg. Ég hlakka til að láta undan klassískum réttum eins og karfin og ratatouille. Þetta eru ljúffengir kostir. Ég get nú þegar ímynda mér dásamlega ilminn sem fyllir loftið. Nákvæmlega borða í Frakklandi verður matreiðsluævintýri sem mig hefur alltaf dreymt um. Við skulum gera lista yfir veitingastaði og kaffihús sem þarf að prófa meðan við erum þar. Frábær hugmynd, mig langar að njóta hverrar stundar í þessari matargerðarferð. Lexía 22, barneska Lincoln. Lincoln fæddist árið 1809 Kentucky fylki, en þegar hann var barn stóð fjölskyldan frammi fyrir mörgum erfiðleikum. Það satt. Hann flutti til Indiana með fjölskyldu sinni, þar sem þau áttu erfitt með að græða framfærslu. Já, þrátt fyrir þessar áskoranir þróaði hann ást á lestri og námi. Það hvetjandi hvernig hann mat menntun þrátt fyrir að hafa takmarkaða formlega skólagöngu. Alveg ákveðni hans og seigla mótaði hann að merkilegum leiðtoga. Ég dáist á því hvernig hann sigraði hindranir til að lokum verða forseti. Já, ferð hans vitnisburður kraft raunseigju og vinnusemi. Það í raun. Við skulum kanna meira snemma líf hans og áhrifin sem mótuðu hann. Ég myndi elska það. Að skilja bakgrunn hans gefur okkur dýrmæta innsýn í persónu hans. Lexía 23, að finna efni. Hvar get ég fundið þessi efni fyrir verkefni mitt? Þú getur prófað staðbundnar vélbúnaðarverslanir. Þeir hafa oft mikið úrval af hlutum. Það góð tillaga, ég mun athuga fyrir verkfæri og vistir sem ég þarf. Já, og stundum bjóða þeir gagnleg ráð ef þú ert ekki viss hvað þú átt að kaupa. Það satt, það alltaf gaman að fá tillögur frá fróðu starfsfólki. Mér finnst líka gaman að vafra á netinu. Margar vefsíður hafa frábær tilboð og efni í boði. Góð hugmynd, að versla á netinu getur spara tíma og veit fleiri valkosti. Nákvæmlega, gakktu úr skugga að athuga umsagnirnar áður en þú kaupir. Jú hlutur, ég vil tryggja að ég fái gæði efni fyrir verkefnið mitt. Lexía 24, uppgötva falda gimsteina. Króatía, Ungverjaland og Rúmenía hafa nokkra falda gimsteina sem vert að skoða, heldurðu ekki? Alveg, hvert land hefur sinn einstaka sjarma og heillandi sögu að uppgötva. Já, ég heyrt að strandlengja Króatíu sé rífandi, með fallegum afskekktum ströndum. Það í raun, og Ungverjaland hefur töfrandi arkitektúr og lifandi menningarhátíðir. Kastalar og þjóðsögur Rúmeníu eru líka grípandi, ég vil gjarnan kanna þá. Þetta hljómar eins og ævintýri. Hver áfangastaður býður upp á eitthvað öðruvísi og spennandi. Nákvæmlega við skulum skipuleggja ferð sem inniheldur þessa falda fjársjóði. Ég inn. Að skoða minna þekkta staði getur leitt til ógleymanlegra upplifana. Já, og það frábær leið til að sökkva okkur niður í staðbundin menningu. Lexía 25, slökun á lestaferð. Hljómar eins og afslappandi valkostur, hversu langan tíma tekur lestarferðin? Það tekur venjulega 3 klukkustundir, sem fullkomið til að njóta landslagsins. Það ekki of langt. Ég elska að horfa á landslagi breytast þegar við ferðumst. Ég líka. Lestarferðir geta verið svo friðsælar og skemmtilegar.
Já, og við getum lesið eða spjallað á meðan við tökum inn skoðanirnar. Nákvæmlega. Það er gott hlé frá ís og þess daglegs lífs. Ég held að þetta verði frábær leið til að hefja ævintýrið okkar saman. Ég er sammála. Við skulum ganga úr skugga að bóka miða okkar fyrirfram. Örugglega er ég spenntur fyrir þessari ferð og minningunum sem við munum skapa. Lexía 26, matreiðslusamruni. Ótrúlegt, það er forvitnilegt. Ég hef aldrei prófað asísk-míkóska samruna áður. Þetta er einstök samsetning sem blandar saman bragði á óvæntan hátt. Já, hugmyndin kryddar innihaldsefni með asískum þáttum hljómar ljúfeng. Alveg. Ég held að blandan af áferð og smekk verði ótrúleg. Ég er forvitin hvernig þeir halda jafnvægi á mismunandi bragði í þessum réttum. Ég líka. Það er heillandi hvernig sköpunargleði í matreiðslu getur leitt til slíkrar nýstárlegrar matagerðar. Við skulum finna veitingastað sem býður upp á þennan samruna svo við getum upplifað hann millililaust. Frábær hugmynd. Ég get ekki beðið eftir að kanna þetta nýja matreiðsluævintýri með þér. Já, það er alltaf spennandi að prófa eitthvað öðruvísi og stækka palatinn okkar. Lexía 27, að finna jafnvægi. Ég mun reyna þetta líka. Það er bara erfitt að finna jafnvægi stundum. Ég skil alveg. Að gegna mismunandi ábyrgð getur verið mjög krefjandi. Já, sérstaklega þegar ég vil njóta ýmissa athafna meðan ég stjórna tíma mínu. Það er mikilvægt að forgangsraða því sem skiptir þig mestu máli. Það getur hjálpað. Ég sammála að setja skýr markmið getur auðveldað að finna það jafnvægi. Já, og að vera sveigjanlegur með áætlanir þínar getur einnig létt nokkur þrýsting. Það er satt, stundum er allt í leiki að stilla sig og taka skref tilbaka. Nákvæmlega. Við skulum styðja hvert annað í því að finna jafnvægi áfram. Örugglega saman getum við hvatt hvert annað til að viðhalda heilbrigðum lífstíl. Lexía 28, veisluskipulag. Það er líka kominn tími á veisluna. Hvað með næsta föstudag klukkan 7? Það ætti að virka við. Það hljómar fullkomlega. Ég mun sjá til þess að bjóða öllum og fá upplýsingarnar raðaðar út. Frábært, ég held að föstudagskvöld sé tilvalin vegna þess að fólk er yfirleitt afslappaðra. Alveg. Auk þess gefur það öllum helgina að jafna sig eftir hátíðina. Ættum við að skipuleggja skemmtilegar athafnir fyrir gestina til að njóta? Já, örugglega. Leikir og tónlist geta raunverulega skapað líflegt andrúmsloft. Ég elska þessa hugmynd, við skulum líka ganga úr skugga að við höfum nóg snarl og trygg fyrir alla. Ég mun útbúa margs konar skemmtun til að koma til móts við mismunandi smekk og óskir. Fullkomið, þetta á eftir að verða óleymanleg kvöldstund uppfull af hlátri og góðum félagsskap. Lexía 29, þægindi gæludýra. Það er fín snerting, gæludýrin okkar munu þakka að hafa líka stað til að slaka á. Alveg. Að búa til notalegt rými fyrir þá sýnir okkur þykir vænt þægindi þeirra. Já, gæludýr þrífast þegar þau hafa örugg og velkomið umhverfi. Ég elska hvernig litlar breytingar, eins og að bæta við mjúku rúmi eða teppi, geta skipt miklu máli. Nákvæmlega, það er mikilvægt fyrir þá að líða örugg og afslappað, sérstaklega á annasömum. Og það er gaman að sjá þá njóta rýmis síns, vitandi að þeir eru hluti af fjölskyldunni. Ég held að við ættum líka að taka með nokkur leikföng til að skemmta þeim. Það er frábær hugmynd.
Að taka þátt í huga þeirra og líkama nauðsynlegt fyrir velferð þeirra. Við skulum setja upp plásið þeirra saman og gera það að skemmtilegu verkefni. Lexía 30, immersive upplifunar. Ég hef prófað eitt áður og það leið eins og ég væri í algjörlega öðrum heimi. Það hljómar ótrúlega. Hvers konar reynsla var það? Þetta var sýndarveruleika-ævintýri sem flutti mig í frábært landslag. Vá, ég hef heyrt að þessi reynsla getur verið ótrúlega grípandi og grípandi. Þeir eru virkilega mér leið eins og ég væri að ganga í gegnum töfrandi skó. Það er ótrúlegt. Ég vil gjarnan prófa svoleiðis. Það hlýtur að vera svo spennandi. Það er örugglega tæknin gerir það að verkum að þú gleymir umhverfi þínu alveg. Ég get aðeins ímyndað mér hversu spennandi það væri að kanna nýja heima með þessum hætti. Við skulum finna stað sem býður upp á þessa upplifun og fara saman. Lexía 31, starfsemi Gras. Grace ætlar að synda seinna í dag. Hún er svo spennt fyrir því. Það hljómar skemmtilega. Sund er frábær leið til að vera virkur og njóta vatnsins. Nákvæmlega hún ætlar einnig að spila borðspil með vinum sínum á eftir. Það hljómar eins og fullkomin blanda af hreyfingu og slökun. Já, og ég veit að þeir eru alltaf að sprengja á leikvöldum sínum. Það er yndislegt að sjá vini koma saman í skemmtilegar athafnir svona. Grace elskar félagsskap og þessar samkomur bjarta deginum hennar virkilega. Ég sé hvers vegna. Það er nauðsynlegt að hafa jafnvægi á hreyfingu og tómstundum. Við skulum skipuleggja eitthvað svipað fljótlega. Það væri frábært að eiga okkar eigin skemmtilegan dag. Lexía 32, ferskt innihaldsefni. Ég vel þær sem eru ferskar og á tímabili. Þær hafa tilhneigingu til að bragðast betur. Alveg. Fersk innihaldsefni skipta verulegu máli í matreiðslu. Já, bragðið er svo miklu ríkara og þeir hafa oft betri áferð líka. Ég er alveg sammála. Það er ótrúlegt hversu mikil gæði innihaldsefnanna hafa áhrif á lokaréttin. Auk þess styður bændur á staðnum að kaupa afurðir á tímabili, sem er bónus. Það er frábær punktur. Það er mikilvægt að hafa í huga hvaðan maturinn kemur. Ég held að við ættum að heimsækja bændamarkaðinn á staðnum helgina til að leggja í. Þetta hljómar eins og skemmtileg skemmtiferð. Ég elska að skoða alla fersku valkosti sem eru í boði. Við skulum gera lista yfir það sem við viljum kaupa. Það mun hjálpa okkur að skipuleggja Lexía máltíðir okkar. 33, paradís fundin. Þetta var paradís, með óspilltum ströndum, kristaltæru vatni og gróskumiklum skógum allt í kring. Það hljómar alveg hrífandi. Ég get bara ímyndað mér fegur slík staðar. Já, það leið eins og að stíga inn í póstkort. Allt var svo lifandi og lifandi. Ég elska áfangastaði sem bjóða bæði slökun og náttúrufegurð. Þeir eru fullkomin flóttinn. Nákvæmlega að vera umkringdur náttúrunni getur verið svo endurnærandi fyrir huga anda. Ég er sammála. Það er yndislegt hvernig landslag getur upplifað skapið þitt og skapað varanlegar minningar. Örugglega ég er fús til að snúa aftur í svona fallega paradís og skora meira af yndrum hennar. Ég get ekki beðið eftir að heyra meira reynslu þína þar. Það hljómar eins og draumur rættist. Ég mun deila öllum smáatriðum. Við skulum skipuleggja ferð þangað einhvern daginn saman. Lexía 34,
Sögulegar heilsugæslustöðvar. Árið 1953 var stofnuð heilsugæslustöð fyrir almenning og markaði það verulega þróun í heilbrigðisþjónustu. Það er heillandi. Það hlýtur að hafa skipt gríðarlega miklu máli fyrir sjúklinga sem þurfa sérhæfða umönnun. Alveg þessi heilsugæslustöð veitti nauðsynlega þjónustu sem áður var erfitt að nálgast fyrir marga. Ég get ímyndað mér hversu mikilvægt það var fyrir samfélagið, bæta almenna heilsu þeirra og vellíðan. Já, þar uti brautina fyrir sérhæfðari heilsugæslustöðvar að opna og takast á við ýmsar heilbrigðisþarfir. Ég elska hvernig heilsugæslan hefur þróast í gegnum tíðina til að verða aðgengilegri fyrir alla. Nákvæmlega það er frábært að sjá að samfélög forgangsraða heilbrigðismálum og fjárfesta í nauðsynlegri aðstöðu. Ég vona að við höldum áfram að sjá framfarir sem auka enn frekar aðgengi heilsugæslunnar fyrir alla. Ég líka. Við skulum styðja verkefni sem stuðla að heilsu og vellíðan í samfélaginu okkar.